Hamingjan handa við hornið, það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Taktu höfuðið frá bringu og horf fram á veginn, lagið með mér syngdu. Saman lýsum upp daginn með jákvæðni að vopni. Þú djöflana kveður og þannig kemst á toppinn. Þar sem áfram þú dvelur, hamingjan handa við hornið, það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Þú veist það vel, jafnvel og ég, að bros getur dimmi í dagsljós breytt. Ég minna má þá starrend á að brosið það kostar ekki neitt. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Þú veist það vel, jafnvel og ég, að brosið það knögg í dagsljós breytt. Ég minna má þá starrend á að brosið það kostar ekki neitt. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Láttu deginn síga, þótt þungt virðist myrkrið, því með opnum huga þá fljótlega birtir með gleðina í hjarta. Þú þrautirnar vinnur hvað ég segi sakta, þannig róbrátt þú finn. Hamingjan handa við hornið, það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, hennar styttir alltaf upp og lygnir. Taktu höfuðið frá bringu og horf
mér sýndu. Saman lýsum daginn með jákvæðni að vopni og djöflana kveður og þannig kemst á toppinn. Þar sem áfram þú dvelur, hamingjan handa við hornið. Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir. Þú veist það vel, jafnvel og ég, að bros getur dimmi í dags ljós breytt. Og ég minna má þá starrend á að brosið það kostar ekki neitt. Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og rignir. Þú veist það vel, jafnvel og ég, að bros getur dimmi í dags ljós breytt. Ég minna má þá starrend á að brosið það kostar ekki neitt. Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir. Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir. Rektor, deildarforsetar, útskriftarnemar, góðir hátíðargestir, gleðilega hátíð. Ég heiti Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og er framkvæmdastýra kennslu- og upplýsingatæknisviðs og mun stýra þessari athöfn hér í dag. Tríóið sem flutti okkur ljúfa tóna við inngöngu stúdenta voru þau Jón Þór Sigmundsson, Edda María Jónsdóttir og Ísabel Líf Díaz. Þau eru öll héðan úr Borgarfirði. Þau fluttu okkur lagið Það styttir alltaf upp, lag og textir eftir Jón Jónsson, en lagið er einna þekktast í flutningi Ragga Bjarna. Við hefjum formlega dagskrá á því að rektor Háskólans á Bifröst, Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, hefur formlega dagskrá með því að flytja okkur hátíðaræðu dagsins. Gjörðu svo vel, Ólína. Kæru nemendur, starfsfólk Háskólans á Bifröst og aðrir góðir gestir, gleðilega hátíð. Við fögnum í dag árangrinum af starfi og ástundun undanfarinna missera. Tímabils sem vafalaust hefur markast af bæði áreynslu og ánægju. Stundum svita og tárum eins og sagt er, en ekki síður sigur tilfinningu þegar vel hefur gengið. Dagurinn í dag er sannarlega sigur dagur fyrir ykkur útskriftarefnin, hvert og eitt. Og hann er uppskeruhátíð fyrir Háskólann á Bifröst. Aldrei í sögu skólans hefur annar eins fjöldi verið útskrifaður í einni athöfn. 279 nemendur,
þar af 175 meistaraefni, 65 úr grunnnámi og 39 úr háskólagátt. Aðsókn að skólanum fyrir næsta ár sömuleiðis sérlega góð og það gleðiefni. 1100 nýjar umsóknir bárust okkur fyrir næsta skólaár þegar lokatölur bárust í hús. Við fylgjumst með þessu eins og kosningavöku. Þannig að næsta haust útlit fyrir að fleiri nemendur verði við nám í háskólanum á Bifröst heldur en nokkru sinni fyrr. En leið og erindi mitt við ykkur hér í dag, kæru nemendur, að samfagna með ykkur og gleðjast, vil ég nýta stundina líka til þess að ræða við ykkur gildi þess sem þið hafi nú áorkað. Því hvað menntun? Orðið menntun samstofnað við orðið maður. Menntun að komast til manns, verða mennskari, meiri og öflugri manneskja en áður. Þegar við ræðum gildi menntunar við í raun að ræða grundvöll mannlegs samfélags. Menntun gerir okkur kleift að meta upplýsingar, greina rangfærslur og taka upplýstar ákvarðanir. Hún óumdeilanleg forsenda efnahagslegrar þróunar og nýsköpunar. En menntun líka réttlætismál. Aðgengi að henni ákvarðar að miklu leyti hvaða tækifæri fólk hefur í lífinu. Ef aðgengið skert eða ójafnt, eykst ójöfnuður. Þess vegna skiptir höfuðmáli að við horfum ekki aðeins á menntun sem tæki til hagvaxtar, heldur sem samfélagslegt verkefni. Vísindin verða að þjóna samfélaginu. Þau eiga að stuðla að hagsæld, framþróun og velferð. Og það einmitt í þessu jafnvægi milli frelsis og ábyrgðar sem styrkur akademíunnar felst. Þau átök sem undanfarið hafa staðið vestanhafs sjálfstæði háskólasamfélagsins andspænis sterkum öflum sem vilja beygja það undir pólitískt vald þess vegna áhyggjuefni. Þau leiða í ljós að frelsi vísindanna og aðgengi að menntun kannski ekki jafn sjálfsögð forsenda við samfélagsuppbyggingu eins og við héldum. Önnur ógn sem að mannvitinu stafar þróun gervigreindarinnar. Manninum sjálfum treystandi til þess að þróa jafn öflugt tæki, vitlíki og gervigreindin Áhyggjurnar lúta að gæðum þekkingar, siðferðilegum álitaefnum og hlutverki fræðanna, ekki síst fræði mannanna sjálfra. Vísindamenn hafa bent á að gervigreind sé ekki ný hlið á upplýsingunni eins og sumir hafa haldið fram. Heldur geti hún leitt til vitskerðingar og haft alvarlegar pólitískar afleiðingar sé hún notuð án gagnrýninnar hugsunar. Það hætta á því að með hagnýtingu hennar geti hlutverk fræðimanna færst í átt frá nýsköpun og frumrannsóknum yfir í eftirlit og túlkun sem kallar á allt aðra færni og önnur viðmið en hafa hingað til gilt innan akademíunnar. Á 20. öld varð aðgengi að menntun stærsta samfélagsbyltingin sem orðið hafði í íslensku samfélagi. Skyldunám, síðar framhaldsskólar vítt og breitt landið og loks aukið aðgengi að háskólamenntun breyttu samfélögum byggðanna land allt. Menntun varð ekki lengur forréttindi, heldur vaxandi réttur. Í dag stöndum við frammi fyrir nýrri byltingu fjarnáms og stafrænnar tækni. Hún hefur sérstaklega mikla þýðingu fyrir lítið og dreifbýlt land eins og Ísland. Fjarnám brýtur niður landfræðilegar hindranir, gerir fólki kleift að stunda nám samhliða störfum og eykur aðgengi að alþjóðlegu þekkingarsamfélagi. Segja má að fjarnám sé í reynd stærsta byggðaaðgerð sem hægt sé að ráðast í til þess að jafna aðstöðumun milli landsbyggðar og höfuðborgar.
efla menntunarstig og þar með nýsköpun og atvinnutækifæri í byggðum landsins. Háskólinn á Bifröst hefur helgað sig þessari umbyltingu, verið leiðandi í þróun hennar á landsvísu og virkur þáttakandi utan landsteina. Háskólinn okkar er nú þegar hluti af opna evrópska háskólanetinu sem hefur það markmið að skapa fyrsta al-evrópska opna háskólan sem tryggir öllum aðgang að hágæða háskólamenntun og símenntun, óháð staðsetningu eða aðstæðum. Verkefnið leggur jafnframt áherslu á að styrkja stafræna umbreytingu háskóla og efla inngildingu, jafnræði og sveigjanlegt nám alla Evrópu. Þetta er risastór hugsjón sem leitt getur til algjörrar umbyltingar í háskólamálum álfunnar til lengri tíma nái hún fram að ganga. Nýlega fengum við heimsókn frá menntamálaráðherra Grænlands ásamt föruneyti sem vildi ræða nánar og læra fjarkennslu aðferðir Háskólans á Bifröst og möguleikana sem þær opna. Þarna felast gríðarleg tækifæri fyrir land eins og Grænland. Land sem nú býr við samskonar áskoranir og íslenska landsbyggðin hefur löngum gert. Skertar samgöngur, sumstaðar, átthagafjötra fólks sem kannski þráir menntun en á þess ekki kost að flytja sig set, er fast í viðjum aðstæðna, fjölskyldubanda og landfræðilegra takmarkana. Fyrir það fólk er fjarnámið sannkallaður lausnarsteinn. En við megum ekki gleyma því að fjarnám krefst einnig sterkrar undirstöðu, ekki síst lesskilnings, sjálfstæðis og aga í vinnubrögðum. Og þar stöndum við Íslendingar frammi fyrir áskorunum. Þegar stór hluti ungs fólks, sérstaklega drengja, á í erfiðleikum með læsi, er það ekki einangrað vandamál, heldur samfélagslegt áhyggjuefni. Án traustrar undirstöðu á borði læsi og lesskilning verður aðgengi að háskólum í raun takmarkað, jafnvel þó að dyrnar standi opnar. Þess vegna er fátt brýnna eins og mál standa en að huga vel að menntakerfinu okkar, svo það geti rækt það grunn hlutverk sitt að mennta fólk á öllum skólastigum og gera það fært þátttöku í samfélaginu. Í því samhengi skiptir miklu að búa við fjölbreytt háskólaumhverfi. Sú hugmynd hefur oft heyrst að undanförnu að háskólar á Íslandi séu einfaldlega of margir og að það sé sjálfgefin leið að fækka þeim. En hugum hér betur að. Fjölbreytni er ekki veikleiki, hún er styrkur. Hún er ekki vandamál sem þarf að leysa, heldur gæði sem þarf að rækta. Ólíkir háskólar með mismunandi áherslur skapa lifandi og skapandi menntaumhverfi. Þeir hvetja hvern annan til umbóta, nýsköpunar og faglegs metnaðar. Reynslan sýnir að slík jákvæð samkeppni skilar betri niðurstöðu fyrir nemendur og samfélagið allt. Háskólinn á Bifröst er eitt gleggsta dæmið þetta. Með sérstöðu sinni og áherslum hefur hann haft áhrif langt út fyrir eigin veggi og stuðlað að þróun í íslensku háskólaumhverfi. Kæru nemendur og gestir, vel skal vanda það sem lengi á að standa, segir máltækið. Þegar allt er dregið saman snýst þetta að vanda til verka. Að grunnurinn sé traustur og grindin rammgerð. Þannig má viðhalda trausti til vísindanna, trausti til menntunar og trausti til stofnana sem móta þekkingu samfélagsins. Þetta traust byggist á sjálfstæði, gæðum og aðgengi. Ef við veikjum einhverja af þessum stoðum, frelsi akademíunar, læsi og grunnfærni eða fjölbreytni í háskólastarfi, þá veikjum við alla heildina. En ef við styrkjum þær, þá leggjum við grunn að samfélagi sem er bæði frjálst, réttlátt og framsækið. Þar sem öll blómin í garðinum fá að brosa við sólu. Þetta er verkefni okkar og ábyrgð. Innilega til hamingju með daginn.
Áður en útskrift hefst veitum við hvatningaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur til nemenda sem eru í námi við skólan. Þessir nemendur voru í fullu námi á vorin 2026 og voru með hæðstu meðalengun í sinni deild. Þau fá bókina Börn í Reykjavík eftir Guðjón Friðriksson að gjöf. Ég vil biðja Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur að koma aftur hérna upp á svið og veita nemendum verðlaun. Og ég ætla að biðja nemendur að fara ekki af sviðinu fyrir að allir eru búin að fá verðlaunin og við tökum eina mynd í lokin. En fyrst það félagsvísindadeild, en það Klara Ósk Elíasdóttir, nemandi í skapandi greinum, sem sýndi framúrskarandi árangur og biðja hana að koma hér upp. Þá það lagadeild, en það var Katrín Ýr Árnadóttir sem sýndi framúrskarandi námsárangur í viðskiptalögfræði og biðja hann að koma upp á svið. Að lokum það viðskiptadeildin, en það eru 2 þar sem sýndu framúrskarandi árangur með sömu einkunn. En það Árdís Árnadóttir, nemandi í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði og Karen Jakobsen, nemandi í viðskiptafræði með áherslu á samfélagsmiðla markaðssetningu. Ég vil biðja Árdísi fyrirgefðu að koma hér upp fyrst. Árdís, gjörðu svo vel. Og þá ætla ég að bjóða Karen Jakobsdóttur velkomna á svið. Innilega til hamingju með glæsilegan árangur. Og áður en við hefjum útskrift þá ætlum við að fá þau Jón Þór, Eddu Maríu og Ísabel Líf aftur upp á svið, en þau ætla að flytja okkur lagið Í löngu máli. Lag og texti eftir Unu Torfadóttur. Gjörið svo vel. Hvenær fórstu síðast í hláturskast? Hvaða orð finnst þér falleg, það hvernig þau hljóma eða hvað þau þýða? Hvenær varstu síðast dónaleg? Hvað það fyrsta sem gerir hann kósí? Hvað finnst þér erfitt en gefandi? Hvað finnst þér sumar á Íslandi? Hvaða afrek hafa gert þér stoltan? Notarðu blýant eða penna? Ef þú getur verið hvar sem hvert í heiminum myndirðu vilja fara? Myndirðu vilja vera hér? Viltu svara öll í löngu máli? Mig langar að heyra. Síðan máttu svara aftur, langar svo að þú talir meira. Því þú segir svo vel frá, gleymir aldrei neinu.
segi góðar sögur en ég hef þær ekki á hreinu. En kannski ef ég segi þér þá manstu þær með mér. Hvað er það fallegasta sem þú hefur séð? Hvað er mikilvægt í fari fólks? Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Og ef þú getur verið hvar sem er, hvert í heiminum myndirðu vilja fara? Myndirðu vilja vera hjá mér? Viltu svara öll í löngu máli? Mér langar að heyra. Síðan máttu svara aftur, langar svo að þú talir meira. Því þú segir svo vel frá, gleymir aldrei neinu. Segi góðar sögur en ég hef þær ekki á hreinu. Kannski ef ég segi þér þá manstu þær með mér. Manstu hvaða flík þú ferð í fyrst? Hvernig væri best að taka á móti þér þegar þú kemur heim? Myndirðu vera alltaf hjá mér? Viltu svara öll í löngu máli? Mig langar að heyra. Síðan máttu svara aftur, langar svo að þú talir meira. Því þú segir svo vel frá, gleymir aldrei neinu. Ég segi góðar sögur en ég hef þær ekki á hreinu. Kannski ef ég segi þér þá manstu þær með mér. Við þökkum kærlega fyrir þennan glæsilega flutning. Við byrjum útskrift úr Háskólagátt og ég býð umsjónarmanni Háskólagáttar, Guðrúnu Rannveigu Stefánsdóttur, að koma og hefja útskrift ásamt rektor. Kæru útskriftarnemar úr Háskólagátt. Það er eitthvað svo ótrúlega stutt síðan ég hitti ykkur fyrst. Það var á björtum ágústdegi á Hvanneyri, þar sem að þið voru mætt á nýnemadag og skólasetningu Háskólagáttar. Það var hátíðleg stemming hjá okkur sem einkenndist af nýju upphafi, nýrri orku og stórum draumum. Það er eins og þessi dagur hafi verið í gær, en nú er skólaárið allt í einu liðið og þið standi hér eins og sigurvegarar eftir krefjandi en skemmtilegt langhlaup. Og þið eru að útskrifast í dag. Mörg ykkar voru að hefja nám eftir langt hlé og það var greinilegt að nú voru þið tilbúin að takast á við verkefnið af fullum krafti. Þið voru staðráðin í að gera ykkar besta og ná árangri, samhliða því að sinna vinnu, fjölskyldu og öðrum skyldum. Þið vissu að þið þyrftu að halda mörgum boltum á lofti og að þessi vetur yrði krefjandi og allt annað en auðveldur. En þið voru búin að ígrunda ykkar ákvörðun vel, setja ykkur markmið og ákveða að láta ekkert stoppa ykkur á leiðinni að markmiðunum. Það sem hefur kannski staðið mest upp úr hjá mér á þessu skólaári er hversu sjálfstæð og dugleg þið hafi verið. Þið hafið sýnt mikla ábyrgð í náminu, skipulagt ykkur vel og lagt ykkur fram við að ná sem bestum árangri. Þið hafið sýnt þrautseigju þegar verkefnin voru krefjandi, seglu þegar álagið var mikið og kjark til að halda áfram þegar hindranir urðu á vegi ykkar. Ég get með sönnu sagt að öll samskipti mín við ykkur í vetur hafa verið ánægjuleg og gefandi. Það eru forréttindi að fá að vera samferðahóp eins og ykkur. Fylgjast með ykkur blómstra, sjá sjálfstraustið vaksa og draumana stækka. Ég veit að mörg ykkar munu halda áfram námi í haust og þið munu hefja grunnnám á fjölbreyttum sviðum. Þegar þið leggið af stað í næsta áfanga vil ég minna ykkur á að þið hafið þegar sýnt fram á að þið búið yfir eiginleikum sem skipta sköpum fyrir árangur bæði í námi og í lífi. Sjálfstæði, dugnaður, þrautseigja og úthald sem að þið hafið sýnt í vetur munu nýtast ykkur í áframhaldandi námi
og í öllum þeim verkefnum sem bíða ykkar í framtíðinni. Þegar við sanna fyrir ykkur sjálfum að þið getið sett ykkur markmið og náð þeim. Þegar við sannað að þið getið tekist á við krefjandi verkefni, jafnvel þegar tíminn er naumur og álagið er mikið. Þess vegna trúi ég því að þegar þið haldið áfram veginn munu fátt geta staðið í vegi fyrir ykkur. Kennarar sem fá að kenna ykkur í áframhaldandi námi eru heppnir að fá ykkur til sín. Þið eru öll frábæri námsmenn og ekki síður frábært fólk. Ég óska ykkur innilega til hamingju með þennan mikilvæga áfanga í dag og þakka ykkur fyrir samveruna á liðnum vetri. Gangi ykkur sem allra best í framtíðinni og góða ferð áfram veginn. Arndís Jóhanna Harðardóttir. Aron Freyr Axelsson. Áslaug Baldursdóttir. Auður Birna Þorsteinsdóttir Blöndal. Bryndís Rósandsdóttir. Daniel Þorsteinn Dómaldsson. Hann er ekki með okkur í dag. Einar Örn Eiríksson. Einar Þór Guðmundsson. Ellen Kristjánsdóttir. Elvar Örn Eyþórsson. Eydís Bjarnadóttir. Eydís Eyþórsdóttir. Gunnar Friðberg Jóhannsson. Hrafnhildur Tinna Ólafsdóttir, en hún hlýtur einnig verðlaun fyrir hæstu meðalengun í Háskólagátt þetta árið og hlýtur bókina Börn í Reykjavík að verðlaun. Hrafnhildur, biðum að koma hérna aðeins að sviði og fá mynda þér með rektor og umsjónarkonu Háskólagáttar. Inga María Sigurðardóttir. Jóhannes Viðar D. Kristjansen. Karitas Óðinsdóttir. Hún er ekki með okkur. Kristrós Erla Baldursdóttir. Hún var með sömu einkunn og Hrafnhildur og hlýtur að sömaskapi verðlaun fyrir hæstu meðalengun og fær einnig bókina Börn í Reykjavík. Þið ætla einnig að koma hérna og fá mynd af ykkur. Margaret Taka Onyanga. Margrét Áslaug Heiðarsdóttir. Olivia Thea Cox. Steinunn Lilja D. Kristjansen. Sunneva Lind Jóhannesdóttir. Sverrir Ingi Hilarius Garðarsson. Silvía Ósk Ómarsdóttir. Tómas Elí Guðmundsson.
Unnar Freyr. Þorsteinn Yngvi Jónsson. Kæru nemendur í Háskólagátt, nú hefur þið verið útskrifið og megið stíga á fætur og setja upp húfuna. Innilega til hamingju. Þá er komið að útskrift úr félagsvísindadeild. Við byrjum á grunnnáminu og svo meistaranáminu í kjölfarið og ég býð Dr. Bergsvein Þórsson, deildarforseta félagsvísindar, að koma hingað upp á svið og útskrifa ásamt Ólínu rektor. Gjörið svo vel. Gleðilega hátíð. Kæru útskriftarnemar, það er mér sannur heiður að standa hér með ykkur á þessum merkilegu tímamótum. Ég er stoltur yfir því að fá tækifæri til að afhenda ykkur skírteini hérna upp á sviði hér á eftir. En þetta náttúrulega er alveg gríðarlega merkilegt og ekki léttvægt. Það fylgir því nefnilega mikil ábyrgð að útskrifta nemendur úr háskóla. Og við Háskólann á Bifröst tökum þessari ábyrgð alvarlega og setjum ríkulegar kröfur. Kröfur sem að þið hafið staðist og geti verið stolt af. Ég vona að þið taki margt með ykkur auk skírteinisins, vináttu, reynslu, þekkingu og ekki síst ákveðið hugarfar. Við sem stundum vísindalega rannsóknir á sviði félagsvísinda, rannsóknum samfélagið í sinni margbreytilegu mynd og reynum oft að fanga síbreytileikan og draga ályktanir með kerfisbundnum aðferðum. Í því felst ákveðin nálgun sem einkennist af virðingu, faglegu metnaði og gagnrýnni hugsun. Nálgun og hugafar sem ég vona að hafi tekist vel til að miðla til ykkar, kæru nemendur. Því vil ég hvetja ykkur til að hugsa tilbaka, andvöku næturnar fyrir skilafrest, tímsfundina með kennurum, tímsfundina með samnefndum í hópavinnu, alla verkefnavinnuna. Allt þetta er hugsað fyrir ykkur til að tileinka ykkur þetta hugarfar, greinandi og gagnrýndar hugsunar. Kæru nemendur, innilega til hamingju með daginn og ég vona að þið getið tekið þetta með ykkur út í lífið og samfélagið. Það er mjög. Elísabet Mörk Ívarsdóttir. Hún er að útskrifast úr skapandi greinum með grunndiplómu. Þá er það grunndiplóma í opinberri stjórnsýslu, Anna Lára Guðnadóttir. Eydís Benediktsdóttir. Og Guðmunda Erlendsdóttir. Þá er komið að BA í skapandi greinum. Þar er Aþena Arna Ágústsdóttir, Elísa Ýr Erlendsdóttir, Elma Rún Sigurbjörnsdóttir, Ísar Þorsteinsson, næst er það BA í opinberri stjórnsýslu. Þar er Guðbjörn Ármannsson, Starri Reynisson, Viggó Matthías Sigurðsson.
er það BA í miðlun og almannatengsl. Þar er Aníta Daðadóttir. Og BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði, Arngrímur Broddi Einarsson. Gunnsteinn Björnsson. BA í öryggisfræði og almannavörnum, Dagbjartur Kristinn Brynjarsson. Pálmi Sigurðsson. En Pálmi er með hæðstu meðalengun í grunnnámi félagsvísindadeildar og hlýtur Bose heyrnartól að verðlaun frá skólanum. Á eina mynd hérna. Sanita Hildarsson. Og þá erum við komin á meistarastigið. En það er fyrst viðbótardiplóma í áfallastjórnun. Dagný Hjálmarsdóttir. Erna Sóley Gunnarsdóttir. Hún komst ekki. Kamila Tryggvadóttir. Og þá er það næst meistaragráða MCM í áfallastjórnun. Budína Jóðge Mæjer. Dagmey Ellen E. Arnarsdóttir. Grétar Stefánsson. Hafey Björg Pétursdóttir. MA gráða í áfallastjórnun. Erna Björt Árnadóttir. Karen Kristín P. Katha Athena G. Þorsteinsdóttir. Þá komið að menningarstjórnun MCM. Anna Lilja Karlsdóttir. Daniel er ekki. Sandra Pétursdóttir. Sandra er með hæstu meðalengun í meistaranámi félagsvísindadeildar og hlýtur einnig Bose heyrnartól í verðlaun frá skólanum. Hólmfríður Kristín Karlsdóttir. Það vantar eitt blað í listan hjá mér. Það er bara að opna mappur. Þetta er lagadeild. Þið eru svo fljót að byrja að raða upp. Ég var bara, Jesús, jæja. Þá er búið að útskrifa félagsvísindadeildinni. Takk fyrir að gefa mér smá hjartaáfall. Gott að koma hjartslættinum aðeins upp. En þá er komið að útskrift úr grunn- og meistaranámi lagadeildar og bið ég Dr. Hauk Loga Karlsson, deildarforseta lagadeildar, að koma hér upp og útskrifa ásamt rektor. Kæru útskriftarnemar, til hamingju með áfangan. Lagadeild
Háskólans á Bifröst tók fyrst á móti nemendum haustið 2001 og síðan eru liðin 25 ár sem býsna drjúgur tími á mælikvarða háskólastarfs á Íslandi. Og staða deildarinnar, hún hefur sjaldan verið sterkari heldur en akkurat núna. Nemendafjöldin á liðnu vetri taldi á 300 nemendur og fast akademískt starfsfólk deildarinnar fyllir nú 5 stöðugildi. En þrátt fyrir að starf lagadeildar Háskólans á Bifröst standi nú í blóma verður ekki hjá því horft að starf háskóla almennt stendur frammi fyrir áskorunum eins og rektor kom inn á í ræðu sinni. Kennarar lagadeildar hafa eins og aðrir háskólakennarar í heiminum orðið áþreifanlega varið við framfarir í þróun gervigreindar sem nemendur hafa líkt og kennararnir sjálfir tekið í þjónustu sína. Og svo tilvista spurning sem við stöndum frammi fyrir hvaða tilgangur sé í háskólamenntun þegar vélarnar geta orðið svarað öllum spurningum á augabragði og unnið flest störf sem tekur mörg ár að nema í háskólum. Og við einfaldlega stöndum frammi fyrir spurningu hvort að þurfi nokkuð háskólagráð til þess að vinna störf framtíðarinnar. Nú við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér og það má vel vera að mörg störf sem unnin eru af háskólamenntuðum í dag verði unnin af vélum á morgun. En í heimi vélana að þá verður hið mannlega verðmætt og ég tel að við eigum að líta á háskólamenntun sem verkfæri til þess að láta manneskjuna blómstra. Við eigum ekki að líta á manneskjuna einungis sem tannhjól í auknum hagvexti eða sem verkfæri í störfum fyrirtækja í markaðskerfinu. Hið mannlega er markmið í sjálfu sér og háskólamenntun er og verður áfram leið til þess að leysa úr læðingi manneskjuna sem að býr innra með okkur. Aftur, til hamingju með áfangan, kæru útskriftarnemar. Og við byrjum í viðskiptalagfræði BS-gráðu. Arna Sigurðardóttir. Hafþór Bjartur Sveinsson. Jenny Rebekka Jónsdóttir, en hún er einnig með hæstu meðalengun í grunnnámi lagadeildar og hlýtur Bose heyrnartól í verðlaun. Jóna Dóra Hólmarsdóttir. Kristín Ósk Víum Hjartardóttir. Næst er það MBL-gráða í viðskiptalagfræði. Arna Rut Ottesson Gunnarsdóttir. Bára Björk N. Ingibergsdóttir, en hún er með hæstu meðalengun í meistaranámi lagadeildar. Birta Íva Birgisdóttir.
Einar Karl Gunnarsson. Ísól Fanney Ómarsdóttir. Og þá erum við komin í ML gráðu í lögfræði. Brynjar Arnarsson. Brynjar Darri Jónasson. Haukur Daði Guðmarsson. Hilma Hödd Berdino Önnudóttir. Hjördís Ásta Þórisdóttir. Iðunn Elsa Kristinsdóttir. Og Vignir Ingi Eggertsson. Innilega til hamingju. Áður en lengra er haldið, ætla að gefa Ólínu smá frí. Hún mátt aðeins fá þér sæti. Já. Þá ætlum við að fá 2 ræður. Annars vegar ræðu frá háskólagátt, eða fulltrúa háskólagáttar og hins vegar frá fulltrúa grunnnáms. En ræðuna fyrir háskólagátt ætlar Sverrir Ingi Hilarius Garðarsson að flytja og býð hann hjartanlega velkominn á svið. Gjörðu svo vel, Hilari. Góðu gestir, útskriftarnemendur, kennarar og starfsfólk, gleðilega hátíð, gleðilega uppskeru hátíð. Loks fáum við að uppskera því sem við höfum sáð. Ég vil þakka þann heiður að fá að standa hér fyrir hönd nemenda háskólagáttar og flytja stutt ávarp. Ég verð að viðurkenna að þegar ég var beðinn að flytja hér ræðu var það fyrsta sem kom upp í huga mér, ég? Hvers vegna ég? En síðan ákveð að nálgast þetta bara eins og hvert annað hálfklárað hópverkefni, korter í skil. Það verður jú einhver að taka þetta á sig. Þegar ég hóf vegferð mína í háskólagáttinni var mér fljótt ljóst að það er ekkert til sem heitir hinn hefðbundni háskólagáttarnemi. Yngsti nemandinn á fyrstu staðlátunni hafði verið kannski 6-7 ára gamall þegar að síðasta vídeólegan lokaði á meðan að sessunutum minn var 7 ára gamall þegar RÚV hóf að senda út í lit. Einhver hafði flostað úr námi, annar tekið sér hlé og einhver þegar búið með stúdendina var bara aðeins að taka smá upprifjun áður en lengra væri haldið. En öll áttu við þó eitt sameiginlegt markmið og það var að fagna hér með ykkur í dag. En þetta var ógeðslega erfitt. En samt einhvern veginn ekki eins erfitt og maður hafði ímyndað sér í fyrstu. Að þegar þú stendur frammi fyrir svo fjölbreyttum hóp með svo ólíkan bakgrunn, þá getur verið hægara sagt en gert að koma námsefninu frá sér svo allir skilji. Þannig að það verður að bendast á að kennararnir okkar hafa unnið þér þrekvirki við að leiða okkur í gegnum þetta. Ég vil því fyrir hönd útskriftarnema háskólagáttar þakka kennurum, stjórnendum og starfsfólki skólans fyrir þá leiðsögn og hvatningu sem það veittu. Fjölskyldu okkar á vinum vil ég þakka fyrir þolinmæðina og veittan stuðning. Og loks þökkum við hvert öðru fyrir hjálpina og samfylgdina. Mig langar að enda þetta á orðum sem oft eru eignuð rithöfundunum George Eliot. Það er aldrei of seint að verða það sem þú hefðir geta orðið. Til hamingju, takk fyrir mig. Kærar þakkir, Sverrir. Þá er komið að ávarpi fyrir hönd grunnnema, en það flytur Jóna Dóra Hólmarsdóttir, en hún er BS í viðskiptalögfræði og býð ég hana velkomna á svið. Gjörðu svo vel.
Ég er að labba hérna með hópnum, útskriftarnemanum og ég spyr, hvað ætti ég eiginlega að segja hérna uppi? 3 mínútur. Og svo sem situr hliðan á mér, hún segir, ekki vera leiðileg. Þannig að það er engin pressa. En það sem hún segir, að það sem stendur upp úr að þessum árum, er að það er ekki sjálfgefið að mennta sig á fullorðins árum. Eitthvað sem hún hélt að það væri ekki hægt. Og það veitti mér svo innblástur og ég hugsa til þess þegar ég var 17 ára gömul. Og ég sit á móti kennara og ég er að velta fyrir mér framtíða möguleikunum. Hún spyr mig, Jóna, hvað ætlar að verða? Og ég segi, ég ætla að vera lögfræðingur. En hún horfir á mig og hún segir, nei, Jóna, það getur þú ekki. Þú ert lesblind. Þú ert að lesa svona þykka bækur. Þú getur aldrei orðið lögfræðingur. Ég trúði henni. Ég trúði henni svo mikið að ég hætti í menntaskóla. Og það tók mig 12 ár að mana mig upp í að skrá mig aftur í nám, kom hérna í háskólagáttina, kláraði það og ég valdi örugga kostinn viðskiptafræði. Ég gæti það nú, því það er ekki þykkar bækur, ég þarf ekki að lesa neitt. Það er bara tölur. Og ég er búin að vera í 6 mánuði þegar ég sit í lotu með vinkonu minni og ég spyr hana, af hverju er svona margir lögfræðiáfangar í viðskiptafræði hérna á Bifröst? Það er eins og ég hef spurt hana, af hverju er sjórinn blautur? Og ég, svona hún er, Jóna, þú ert í viðskiptalögfræði. Ha? En ég á ekki að geta lært lögfræði? Ha? Þannig þarna sitt ég og ég hugsaði tilbaka. Voru þetta lesblinda mín að ég gæti ekki eða voru þetta takmarkanir kannski einhver annars? Var ég að leyfa takmarkanir kennarans að ákveða mína eigin framtíð? Og það minnir mig mitt á samnemanda minn. Þetta var einhver ákvörðun sem hún tók. Og það þurfti bara ómeðvitað að ákvörðun einhverja lesblindu að skrá sig í eitthvað nám og pæla ekkert í því og bara kýla á þetta. Þannig það sem ég langar að hvetja okkur öll hérna inni, grunnnema, við viljum núna gefa okkur gott klapp hérna á baki, við gátum þetta, þó við kannski öll höfum valið rétt nám, en það er kannski annað mál sko. En heyrðu, ég var eina að klappa fyrir sjálfur mér, grunnemar, má ég sjá hendur á loft? Já, flott, glæsileg, og við ætlum að gefa okkur klapp á baki, af því við gerðum þetta. En það sem ég langar að skilja þarna eftir er að hvetja okkur til að við ákveðum sjálf hvað við getum og hvað við getum ekki gert. Skulum ekki vera að hugsa hvað takmarkar annara, hvað það er við okkur. Takk fyrir mig. Það má gera mistök í lífinu. Það má gera mistök í lífinu, sagði hún. Það er svo sannarlega rétt. En kærar þakkir Jóna Dóra fyrir þessa ræðu og Sverrir Ingi. Þá er komið útskrift úr grunn- og meistaranámi viðskiptadeildar og ég býð Dr. Rakel Heiðmarsdóttur, staðgengil deildarforseta viðskiptadeildar, að koma á svið og útskrifa ásamt rektor. Kæru útskriftarefni og kæru gestir. Já, þetta er mikill hátíðardagur hjá okkur. Hjartanlega til hamingju með daginn og þennan glæsilega áfanga. Ég lofa ekki að vera leiðilega en ég reyna að vera allavega svona innlag. En það er oft talað um að lífið sé ferðalag
og þið eruð í dag að ljúka ákveðinni leið eða ákveðnum áfanga á þeirri leið sem að þið eruð á. Og ég trúi því að þið gangi hérðan út með fullt af nýrri þekkingu, hæfni, samböndum, vináttu og fleira sem að þið takið með ykkur í næstu ferð. Þið hafið náttúrulega sýnt mikinn dugnað, þrautseigju og hæfni, annars værið ekki stödd hér í dag. Og það sem er mikilvægast af öllu, þið hafið staðið með ykkur sjálfum. Ég held að það sé, doktorspróf er ég með, en það sem ég hef lært mest í lífinu er mikilvægast af öllu að standa með sjálfum sér. Og sem einmitt kom svo glögglega skemmtilega fram í ræðinu hérna á undan. Og ég vil bara hvetja ykkur öll til að halda áfram að standa með ykkur, finnið ykkar leið og ef að þið finnið þörf innra með ykkur að breyta eitthvað til, takast á við meiri ábyrgð, skiptum verkefni eða eitthvað slíkt, látið ekki óttan stöð ykkur. Haldið áfram að vaksa, svo gaman að vaksa og svo gefandi og það er ekki bara gefandi fyrir ykkur, það er gefandi fyrir samfélagið, það er gefandi fyrir fjölskyldunar ykkar, þetta gefur öllum. Þannig að við viljum bara meiri vöxt og þeir eru rétt að byrja. Þannig að ég vil einnig hvetja ykkur til að klappa ykkur á bakið og þetta er ekki sjálfgefið og það er mjög mikilvægt að þið fagnið vel í dag því að svona árangur á að stimpla inn. Af því að ef við látum þetta einhvern veginn hjá líða, þetta var nú svo sem ekki neitt, þá svona gerum við lítið úr allir sem við erum búin að leggja á okkur. Þrautsuguna, vökunæturnar, verkefnin, allt sem við þurfum að leggja á okkur. Þannig að ég bara segi áfram þið og bara enn og aftur til hamingju og við erum mjög stolt af ykkur og hlökkum til að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Og þá hef ég við að útskrifa úr grunnnámi BS í viðskiptafræði. Marín Birta Vaff Kristinsdóttir. Úlfhildur Tinna Lárusdóttir. Viktor Andri Vestmann Kristinsson. Viðskiptafræði með áherslu á fjármálastjórnun, Jóhanna Halldóra Harðardóttir. Viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði, Birna Hrönn Gunnlaugsdóttir. Hlynur Björnsson. Irpa Fönn Hlynsdóttir. Karen Lena Kristjánsdóttir. Svava Rós Guðmundsdóttir. Svava Rós er með hæstu meðalengun í viðskiptadeild grunnnáms og hlýtur hún Bose heyrnartól í verðlaun. Vignir Snær Nordal. Viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði og samfélagsfræði, Sara Hlín Hilmarsdóttir. Viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði, Ása Laufey Sigurðardóttir. Viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun, Auður Marín Adolfsdóttir. Hilmar Smári Henningsson. María de Argeli Quintana. Ólafía Friðbjörnsdóttir. Vala Björg Evu Guðjónsdóttir. Viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind, Gía Karitas Thorarensen. Þórður Bjarki Guðmundsson. Þá erum við komin í meistaranám. Okay.
Erla Björg Kristjánsdóttir með MLM í forystu og stjórnun. Guðmundur Pétur Ingvarsson. Guðrún Stella Gissurardóttir. Nei, hún er ekki. Guðrún Þóra Hallgrímsdóttir. Hafþór Ingi Pálsson. Hanna Guðrún Kolbeins. Helena Dögg Haraldsdóttir. Jökull Viðar Harðarsson. Kristrún Kjartansdóttir. Linda Björk Sigmundsdóttir. Nei, þá erum við komin í forystu og verkefnastjórnun MLM gráðu. Aðalbjörg Assa Björnsdóttir. Anna Margrét Ólafsdóttir. Árdís Ilmur Áslaugardóttir. Bryndís Gunnarsdóttir. Elva Björk Traustadóttir. Erna Guðmundsdóttir. Finnur Már Erlendsson. Harpa Rún Hilmarsdóttir. Íris Andrésdóttir. Jóna Sigríður Halldórsdóttir. Fyrirgefiði, ég gleymdi hérna aðeins að skipta Finnur Már er að útskrifast úr forystu og verkefnastjórnun ásamt Hörpu Rún, Írisi, Jónu og Kæju Gertin Grétarsdóttur. Laufey Dröfn Matthíasdóttir. Ragnheiður T. Guðmundsdóttir. Rakel Tómasdóttir. Sandra Ósk Eysteinsdóttir. Sara Valgeirsdóttir. Stella Bryndís Guðbjörnsdóttir. Og Tinna Stefánsdóttir. Þá er komið að útskrift úr forystu og mannauðsstjórnun MLM gráða. Alexandra Mist Gunnarsdóttir. Andrea Ír Arnarsdóttir. Anna Lilja Benediktsdóttir. Berglind Sara Björnsdóttir. Birna Kristín Baldvinsdóttir. Bryndís Arna Brydde. Bryndís Kolbrún Sigurðardóttir. Eiður Ottó Bjarnason. Einar Jakob Jóhannsson. Elsa Hrönn Grey Auðunsdóttir. MS í forystu og mannauðsstjórnun Erla Hlynsdóttir. MLM í forystu og mannauðsstjórnun Fríða María Reynisdóttir.
Guðrún Rakel Svandísardóttir. Gunnhildur Ólöf Jóhannsdóttir. Gylfi Gestsson. Gylfi er með hæstu meðalengun í meistaranámi viðskiptadeildar og hlýtur hann Bose heyrnartól í verðlaun. Hilda Karen Garðarsdóttir. Hrafnhildur Theódórsdóttir. Katrín Norðmann Jónsdóttir. Lena Sóley Ingvadóttir. Lísbet Kjartansdóttir. Margrét H. Sigurbjargardóttir. Ólafur Sveinn Jóhannesson. Sigrún Guðmundsdóttir. Þá erum við komin í 120 eininga meistaragráður í forystu mannauðs- og verkefnastjórnun. Ari Jóhann Sigurðsson. Bjarney Rut Jensdóttir. Bylgja Dögg Kristjánsdóttir. Dóra Steinun Jóhannsdóttir. Ester Ósk Árnadóttir. Fríða Stefánsdóttir. Halldóra Hreinsdóttir. Hanna Dóra Hólm Másdóttir. Helga Ágústsdóttir. Hlín Guðbergsdóttir. Hrefna Hrund Erlingsdóttir. Ingibjörg Sigurðardóttir. Magnús Ingi Jónsson. Signý Líndal Sigurðardóttir. Sigurdís Lilja Guðjónsdóttir. Sigurlaug Eva Stefánsdóttir. Steinun Jónsdóttir. Og Þórdís Þöll Þráinsdóttir. Þá er það 120 eininga forysta mannauðsstjórnun og markaðsfræði, Rakel Sól Pétursdóttir. Og þá er komið að markaðsfræði, MMM. Ásta Sigríður Kristjánsdóttir. Birgitta Sveinsdóttir. Hafrún Dóra Hafþórsdóttir. Karen Lind Einarsdóttir. Lárus Garðar Lang. Lilja Dís Kristjánsdóttir. Pétur Oddbergur Heimisson. Og Svala Fanney Snædal Njálsdóttir.
þá eru öll útskriftarefnin komin. Skulum gefa þeim gott lag. Þá er komið að ávarpi fyrir hönd meistaranema en það flytur Bryndís Gunnarsdóttir, MLM í forystu og verkefnastjórnun og býð ég hana velkomna á svið. Gjörðu svo vel, Bryndís. Kæru samnemendur, deildarforsetar, kennarar, fjölskyldur, ástvinir og starfsfólk Háskólann á Bifröst. Það er ekkert eðlilega gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag. Það er ekkert svo langt síðan við byrjuðum með þetta ferðalag með metnað, spennu og líklega aðeins meiri bjartsýni en raunhæft var. En svo tók lífið við. Það komu langir dagar, þreyta, álag, efastandir og stundum dagar þar sem ég allavega hugsaði, af hverju er ég að þessu? En samt við heldum áfram og ég held að það sé það sem þessi dagur snýst raunverulega um. Ekki bara gráðuna sem við vorum að fá í hendunar, heldur allt sem þurfti til að komast hingað. Segluna, þrautsegjuna, alla morgnana sem við mættum þreytt í vinnu, öll kvöldin sem eru lengri en það átt að verða og öll skiptin sem við fundum orku sem við heldum að var ekki til staðar. En enginn kemst hingað einn. Að baki hverjum útskriftarnema stendur fólk sem hefur stutt okkur, hvatt okkur áfram og gengið þetta ferðalag með okkur. Fjölskyldur, vinir, makar, börn og auðvitað kennarar. Fólk sem hlusta á okkur tala um verkefni, skil og ritgerðir oft miklu lengur en það sjálft hafði áhuga á. Og fyrir það eigið þið mikla þakkir skilar og sérstaklega Mikael, smá sjátat hérna. Og það er kannski líka bara mikilvægt sem við lærðum hér á Bifröst að það nær enginn langt einn. Við lærðum úr bókum og fyrirlestrum með þetta en við lærðum líka af hvert öðru. Við lærðum að styðja, að hjálpast að og hlusta á hvort annað og að mesti vöxturinn gerist á það tímabilum þar sem hann finnur hann minnst sjálfur. Ég held að flest okkar hafi byrjað að nám til að öðlast meiri þekkingu en ég held að við förum hér með eitthvað miklu meira. Meiri trú okkur sjálfum, meiri seglu og kannski aðeins meira hugrekki til að taka næsta skref hver sem það nú verður. Því að lífið er allt stutt til að halda aftur á sér. Verið forvitin, spyrjið erfiðu spurningana og látið muna ykkur. Og umfram allt verið hugrökk, verið ógeðslega hugrökk. Kæri samnemendur, við komum hingað með drauma, markmið og efasemdir og í dag fyrir við hér með sönnum þess að við gáumst ekki upp og það er eitthvað sem enginn getur tekið á okkur. Til hamingju með daginn, skál fyrir okkur og takk fyrir mig. Kæru gestir, ég ætla aðeins að taka fram fyrir hendurnar á henni Halldóru Lóu í lok þessarar athafnar því það er ein rós sem á eftir að afhenda. Og það er rós til hennar sem er núna að stýra sinni síðustu útskriftarathöfn hér við Háskólann á Bifröst eftir 12 ára samfylgd og samstarf með okkur. Og ég vil nota þetta tækifæri. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir hefur verið framkvæmdastjóri kennslu og upplýsingatæknisvið skólans. Hún hefur verið mjög styrkur, samstarfsmaður, öflugur stjórnandi, ábyrg og umhyggjusöm fyrir sínu samstarfsfólki og sínum undirmönnum. Og ég vil að þessu tilefni þakka henni kærlega fyrir hennar störf og kveðja hana vel og færa henni þessa litlu rós. Hún er tákgræn leið og við segjum athöfninni slitið. Þakka þér fyrir allt, Halldóra Lóa. Maður fær alveg bara pínu kusk í auga, sko. En það er búið að kveðja mig núna í 3 gang, held ég. Mér langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir samfylgdina.
ég veit ekki hvort þetta er svona allstaðar, en það er eitthvað sem situr eftir hjá manni þegar maður er bifreiðstingur. Það er eitthvað meira að vera bifreiðstingur heldur en bara eitthvað annað. Það er pínu meiri sál og ég er svo ofboðslega þakklátt fyrir að hafa fengið að vera hluti af þessu teymi og lært gríðarlega mikið á síðustu 12 árum. En ég vil líka fá að ljúka þessari athöfn. Ég ætla að segja þessari útskriftarhátíð slitið, en ég vil þakka nemendum, samstarfsfólki í samfélgina á þessari síðustu athöfn sem ég stýri hér, í bili allavega. Ég vil óska nýútskrifuðum nemendum innilega til hamingju með daginn og óska ykkur alls hins besta í framtíðinni. Takk fyrir.